Hér nú 11. ráðstefna BUGL sem árleg ráðstefna. Við erum með yfir 200 manns hér í dag. Yfirheiti ráðstefnu í dag fræðin í forgrunni. Hlutverk okkar á BUGL að miðla þekkingu út í samfélagið. Hér bæði fagfólk frá Landspítala og öðrum stofnunum landsins sem að fást við börn og fjölskyldur. Við viljum miðla svolítið hvað gagnreyndar aðferðir eru að sýna okkur og hvaða meðferðarform eru í boði á Íslandi í dag. Erindi mitt fjallaði hvenær meðferð telst vera gagnreynd meðferð. Það má segja að gagnreynd meðferð sé ekki endilega eitthvað sem maður getur svarað með neyi eða jái, heldur meðferðarform eru komin mislangt á þessari vegferð. Hvað er að gera fyrir börn sem ekki svara fyrstu meðferð? Klínískar leiðbeiningar mæla með ýmiss konar meðferðarformum fyrir þau börn, en vandamálið hins vegar að þessi meðferðarform sem taka við af fyrstu meðferð eru venjulega ekki gagnreynd. Tökum sem dæmi börn með þunglyndisröskun, kvíðaröskun og áhrif- og þráhyggjuröskun, þau mega vænta það bil 50% svars og eiginlega varðandi bæði hvað varðar hugræna atferlismeðferð og lyfjameðferð sem þá venjulega SSRI-lyf og jafnvel varðandi börn með áhrif- og þráhyggjuröskun mega vænta enn minni árangur varðandi lyfjameðferð. Þar eru lyfin einfaldlega ekki nógu góð, þó að þau virki. Og varðandi framhaldsmeðferð fyrir börn sem ekki svara fyrstu meðferð, þá tók ég sjálfur þátt í að rannsaka ásamt samstarfsmönnum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku hvaða meðferð væri best fyrir börn og unglinga með áhrif- og þráhyggjuröskun sem ekki svara fyrstu meðferð, það að segja hugræn atferlismeðferð. Og þannig prófum við bæði lyfjameðferð, það að segja sertralín eða Zoloft eins og það kallast, og einfallega bara áframhaldandi hugræna atferlismeðferð. Það getur vel verið að sum börnin þurfa einfallega bara meiri tíma og meiri æfingu til þess að ná árangri. Og í ljós kom að bæði meðferðarformin voru jafn árangursrík.